tea is hot. Nei, sko, hot understatement. Já. Þetta emergency SOS, hvað getum við kallað þetta? Bara, þú veist. Bara much needed topic, sko. Já, bara halló, sko. Já. Það ekki þetta að bíða. Ekki hægt, sko. Ég ætla bara að hella strax upp á, Já, heldur bara tíðinu við engan tíma að missa. Eins og við sjáum, þá kemur vanlega ekki þáttur út á þessu degi. Nei. En í ljósi aðstæðuna við bara urðum að taka þetta bara strax. Við þurftum bara að taka þetta. Já. Og líka við þurftum bara að gefa þetta út sem fyrst. Já. Þannig að þeir þættir sem að við vorum kannski tilbúna með, þeir frestast aðeins en það bara, það verður að vera þannig. Það verður bara að vera svo leiðis. Þetta það sem fylgir því að fylgjast með þessum heimi, fréttina breytast frá degi til dags. Nákvæmlega. Og þannig að ég ætla bara að taka fram að þegar við tökum þetta upp, þá föstudagurinn 8. janúar, klukkan 9:30. Þannig að ef að fréttir eru búin að koma fram eftir þetta, þá gátum við ekki í því gert. Einmitt. En þegar þetta tekið upp og þessi orð eru sögð, þá 8. janúar, föstudagur, 9:30. Okay? Y'all with us? You got us. You got us. Að því að, þú veist, þið sjáu titilin, þið veitir hvað við erum að tala um. Við erum að tala um Kim og Kanye. En, þú veist, að því að hún gæti bara byrt á eftir. Já, bara hvenær sem Já, eftir kortir. Já, þú veist, þá getum bara byrt þetta bullshit og þá hefur verið glórlaust hefur við tekið þetta upp. En, á saman tíma, þetta voru fréttina sem voru að gerast í dag. Eða sem í gangi í dag og þetta eru máli sem að allir eru með á the top of their tongue í dag. Þannig að við þurfum að taka þetta. Jep. Þannig að fyrir mig bara smá svona hypothetical leik. Við erum að fara að taka upp þáttin eins og þetta sé að fara að gerast. Já. Það ekki? Jú. Ok. Algjörlega. Ég fá maður tesopa. Fáðu smá tesopa. Róaði aðeins niður. Þetta bara, já, en við þurftum bara að taka fram að því að auðvitað hlutinu breyta svo ógeðslega hratt. Algjörlega. Og það þarf svo lítið til að blása á sögusagnir. Algjörlega, það bara en við sjáum, kannski líka póstar hann einhverju og kannski það bara bullshit eftir viku, skilur maður svona veit aldrei í þessum heimi. Já, það kemur upp nýr orðrómur við eftir að fara yfir alla orðrómuna eftir en það kemur upp nýr orðrómur og sen blása á hann, þannig að þú veist nákvæmlega, bara gott að taka fram hvernig þetta Já. og ef það koma meiri krassandi fréttir þá sjálfsög tökum við bara upp annan þátt. En þetta er búið að fyllast svo mikið, við heldum að við kannski kæmust upp með að einhvern veginn bara svolítið svona svíja framhjá þessu, þú veist, við erum þetta rætt í TV-vikun og allt það, en þetta er það djúpt að mér finnst að þetta áskilið sér þátt og svona stór mál eiga skilið sér þátt. Og bara, bear in mind, þetta mun gerast alveg 100% aftur þar sem við tökum upp bara skynti þátt já, 100%. og bara gefum hann út strax. 100%. Þannig að, fyrst, ef þú hlusta það 2023 þá kannski átt ekki við eða ég veit það ekki. Það er bara stundum þannig. Það er bara stundum þannig, en svona verður þetta í dag. Já, svona verður þetta í dag. En árum Þema dagsins. Já, árum fyrir þáttina og alltaf bara ræða samstarfsaðlagan okkar. Laugar spa. Organicsskincare.is Þú varst með spakvöld í gær. Já, með spakvöld. Möddmaskan, ég sá það. Já, og líka bara, it was much needed. Og möddmaskin er náttúrulega í gjafalegnum okkar. Já. Sem í gangi í Instagram. Já. Og ég vona allir séu búin að tjekka á honum. Nákvæmlega, það er bara geggjur þáttaka nú þegar. Já, geggjur þáttaka. Ógeðslega gaman að sjá. Fólk greinilega elskar þetta. Já, og fólk greinilega tilbúið að fara inn í árið með, þú veist, með skincare sem number one priority. Ég vona að það sé mikið svona áramóti heiði á flestum að taka þetta í gegn, sko. Ég vona líka. Og það lukkar þannig og með að við geggjaða þáttöku, sko. Geggjaða þáttöku. Og ógeðslega gaman bara að sjá, þú veist, þeir sem að setja í stóri líka, ógeðslega skemmtilegt. Ógeðslega gaman að sjá. Ógeðslega gaman. Og inboxi okkar núna búin að fyllast það svona. Já, og ef við erum ekki að svara einhverjum þá er það bara reynilega út af gjafalegnum. Já, því að hann er bara að taka yfir. Já. En við förum yfir þetta einhvern tímann, setjumst niður við góðan tebolla og förum yfir þetta. Og svörum ykkur. Og svörum ykkur að sjálfsög. En takk fyrir að taka þátt. Og leikurinn heldur náttúrulega bara áfram. Bara sjálfsög. Þannig að þið fylgist bara, kannski er þú sá heppna eða heppni. Nákvæmlega. Who knows? Bara trýta. Einhver náinn þér. Já. Í spa og með smá spa-treatment. Fyrir utan mig, hvernig myndir þú taka með þér? Fyrir utan þig? Ég veist, ég er ef þú myndir vinna. Verði ég ekki að segja bensa? Jú, það ekki ans verða móðgæður. Já. Annars, já, bensa eða jói. Já, nákvæmlega. Ég tek bara alla.
og það væri best taka bara alla miðana fyrir sig og já. allir fá að vera leiguspa. Það var æði. Herru, ok, ef við byrja þetta. Byrjum þetta. Kim og Kanye. The iconic duo. Sama hvernig þetta fer. Og sama hvernig þetta mun fara. Þá verður þetta, ég bara hands down alltaf uppáhalds Hollywood hjónin mín. Já. Ég held að það sé ekki, ég geti sagt með vissu að það sé ekki annað par í heiminum fyrir mér sem mun toppa þau. Nei. Og það er ekki bara því að þetta er Kim og þetta er Kanye, en ég er bara svona að pæla í, þú veist, þeirra dynamic. Hún byrjar sem raunveruleika sérna og þú veist, og verður þarna tæknilega fræga því að það lekur af henni myndband á neti. Og hann er tónlistarmaður. Og þessi tveir heimar voru ekkert búin að mixast saman. Nei, nákvæmlega. Og þarna varstu með eitthvað sem var bara svo, tónlistamenn voru bara með respekt og þeir þurftu aldrei að pæla í bara eitthvað svona einmitt að vera boðið á Met Gala eða eitthvað slíkt, eða vera þú veist í Vogue, þú veist, það voru alltaf tónlistakonur í Vogue og allt þannig. Raunverulega stundar, gætu glimt þessu. Nákvæmlega. En þetta ertu með eitthvað svona par sem er bara svo ógeðslega, og hann var og vonandi er svo ógeðslega ástfanginn af henni að hann bara reif hana upp á nákvæmlega sama platform hann var á og bara þeir ekki að fara að sýna henni eitthvað minni virðingu heldur en mér. Einmitt. Þeir eru Þetta er svo geggjað. Þetta er svo geggjað. Þetta gerði svo mikið fyrir bara reality TV, bara heiminn. Já, og bara pop culture. Já. Bara, þú veist, þennan pop heim, þessa Hollywood menningu, samfélagsmiðla, þetta tók allt á stærra level. Og og þau vissulega eru bara svona the couple of the century, sko. Algjörlega. Þú veist, það eru til ógeðslega flott, iconic, hjón í dag og þú veist, Beyoncé, Jay-Z eru rosa cool og allt það. Þetta er samt ekki eins. Já, nei, sammála. Og líka fyrir utan allt með það, skilur. En ég tala það eru tveir mjög sterkir einstaklingar. Ég er ekki að segja að sé ekki önnur hjón sem eru með 2 sterka einstaklinga. Don't get me wrong. Þetta er bara ótrúlega iconic. Já, þetta er bara, og þetta eru 2 fólk úr 2 mismundi heimum og einhvern veginn leti það bara virka og gerðu bara svo ógeðslega gott fyrir hvort annað. Þetta er sorglegt. Þetta er ógeðslegt. Ógeðslega sorglegt bara einhvern veginn. Ég trú ekki að það sé bara over. Ég trú ekki heldur. Ég trú ekki fyrir en þetta er over, sko. Nei, ekki fyrir en að það sé bara statement. Já. Frá þeim. Þetta sé bara búið, sko. It's so weird. Hvernig eigum við að fara yfir þetta? Eigum við að fara fyrst yfir, þú veist, bara umræðupunktana í þessum máli eða eigum við að fara hans yfir söguna þeirra fyrst? Bara, hvernig heldur það sé best? Taka söguna fyrst? Já, tökum aðeins söguna þeirra fyrst. Þau náttúrulega kynnast bara snemma. Já. In the early 2000s. 2002-2003. Þá kynnast þau að setti fyrir music video. Og er það ekki? Er það ekki music video? Já. En Er það Hollywood Puppet? Nei, heitir ekki það. Nei. Það heitir, sem ég sjá, Nei, eitthvað lag sem heitir Brandy. Já, Brandy. Og hann myndir henni ekkert eftir henni sem manneski, skilur. Hann var bara þessi Kim Kardashian eða hvað sem hann heitir hana. Hvað heitir hún hana? Kardashian He didn't even know what my name was, segir hún. Þú veist, hann eitt með Brandy. Já. Ég held að sé verið að vitna í þess að konan sem heitir Brandy. Já. Og þetta ekki að fyndi að því að þessi kona er systir Ray J. Að það? Já. Ok. En ok, En fyndu. Já. Og svo hittist þau bara ekkert fyrir 2008. Já, byrja að hittast þá eitthvað. Já, eða samt ekki, eða þau voru bara svona vinir. Já. En samt ekki fyrir 2008. Þau bara svona kynntist þarna að setti. Hann vissi hver hann var. Já, hún vissi hver hann var svona Kim Kardashian eitthvað, hún sætt, skilur. Já, þarna var hann, og hann hefur sagt þetta sjálfur, að þarna var hann, þú veist, þetta var bara útlitið hennar, skilur. Já, hann sá mynd af henni með Paris Hilton. Já. Og var bara eitthvað, damn. God damn. Væntanlega. Já, obviously. En já, þau
fóru svo aftur að vinna saman í þætti sem heita Alligator Boots. Já, hann var að vinna í þeim. Já, og hún var að leika Princess Leia. Já. I need to see this, sko. Nei, sko, það var svo búið að setja upp, þú veist, hann var að vinna með einhverjum framleiðenda, einhverjum leikstjóra. Hann var búin að skrifa atriði fyrir einhverju aðra og Kanye var bara, þetta þarf að vera Kim, þetta þarf að vera Kim. Og þetta ekki 2008? Ég held að hann sé sko dett í samband þetta með Amber Rose. Og hann bara, hann þarf að vera með Kim. Það þarf að vera Kim. En fyrir þetta samt, þá hann búin að vera, þú veist, hann búin að vera að hugsa, hann hefur sagt þetta áður, þú veist, hann búin að vera að hugsa til hennar og fylgst með henni svona í, þú veist, þegar hann sé henni í tímaritum og svona, hann svona, damn. It's Kardashian. Já. En þarna, kynntust þér svona almennilega, segja þau. Ekki, þó þið hafa svona aðeins píkað hana. Já. 2003. Og svo 2010, þá kemur, hann í þáttinn í búðina þeirra. Já. Þá hann bara að koma í, heitir ekki Dash? Jú, Dash í New York. Já. Og þá kemur hann þangað og að gefa þeim svona style tips. Little did she know, sko. Little did she know samt, hún bara eitthvað, oh, Mr. West is in the building. Og þá voru allir bara eitthvað, okay, they're sleeping together. Það var bara eitthvað, okay. En þarna var hann, sem sagt, hann var búin að hinta alveg áður, þú veist, áður en þetta gerist, sko, þú manst eftir laginu Knock You Down. Okay. Með Carrie Hilson. Já, og Kanye. Þetta lag kemur út, hvenær, just 2006 myndi ég. Nei, það grínast í alvörunni. Við erum ennþá að hlusta á það í dag. Þetta æðilag, sko. Elsku þetta lag. 2009. Ok, mikið meira sens. Þú veist, music video kemur þá, en þú skilur. Og þá hún með Reggie Bush. Þegar þetta lag kemur upprunalega út. Já. Og hann náttúrulega með texta í þessu lagi, hann Kanye. Hvað hann að refra eitthvað í hana? Hann að refra í Kim. Hann segir, I was a class clown that always kept you laughing. We were never meant to be, baby, we just happened. En á undan þessu segir hann, you was always the cheerleader of my dreams and seemed to only date the head of football teams. Oh my god, ég aldrei tengt þetta við þetta. Þú veist, einmitt, og þetta bara svona, þú veist, hún var náttúrulega bara með einhverjum körfuboltagæjum og einhverjum íþróttagæjum og hann var bara svona class clown, bara svona bad boy með þessi gleru og oh my god. En já, þegar hann mætir þarna í Dash í þætti, það hans fyrsta showcase í þáttunum Keeping Up, að þá hún farin að vera með Chris Humphries. Já. Og hann með Amber Rose. Þannig að þú veist, þau eru bæði tekin. But they want each other. Já. En já, hann kemur þannig í búðina til þess að þau vilja fá álit á fashion. Hann mætir í einhverjum svona svakalum svona loðfeld og bara eitthvað geðveitt cool og hún situr hann eitthvað Mr. West, ég get ekki, þú veist, iconic sena bara sem ég veit en hann sagði líka hann mætti viðtal til, manstu þegar Chloe var með sína eigin spjallþætti með Cocktails with Chloe hann mætir þangað og hann segir við hana að þegar hann fréttir að hún var að fara að gifta sig ertu með þarna? Nei. Já. Ok. Já, segð það bara, já. Hann segir, þú veist, þegar ég frétti að Kim var að fara að gifta sig þá breyttir aðeins hugafæri hans þá var þetta ekki, just, jú, hún var búin með Reggie og hún var með hann bara svona fuck, ok hún var búin með Nick Cannon og eitthvað svona hann var bara fuck, hún má ekki vera gift hann var ekki búin að vera með síma á þessum tímabili eitthvað til þess að vera away from social media eða gumm og vita hvað þannig að hann ákvað að fá sér síma til þess að fara að senda henni myndir af körfuboltamönnum sem var hættir sem voru einu sinni cool og sem væri bara algjör lúsarar í dag og eins og hann orðaði sjálfur bara með brókar buxur og var bara this is your future this is your future fokk ég fyndi sko ángríns og hann ætlaði bara basically bara stoppa brúðkaupið já, hann var bara ekki fræðilegur held ég bara eitthvað fæst síma bara this is your future bitch Ándjóks. Svo fór hún að teikna sjálf og sérna jólakort. Nei. Jú, þau gáði alltaf út jólakort þarna.
hann teiknaði bara svona spýtukallinn og bara this could be me og var að senda henni ég elska sorry, mér finnst þetta romantískt þetta er romantískt, þetta er cute hann bara geði þetta ástfangin af henni hann vissi nákvæmlega hvað hann vildi sko. En já hún giftist honum hana 2011 20. ágúst og hann sendir þessar myndir og eitthvað en þau náttúrulega endust ekki lengi í 72 daga to be exact já. Og þegar það hætti saman þá býður hann henni út til Parísar on a fashion show og þær segja að hann bara búið til fashion show bara að fá hann á date hvað svo cute bara eitthvað gerir fashion show fyrir þig bara já, mér langar svo að fá það date en það bara búið til fashion show bara, já en já, þá byrjuðu þau að deyta já, hún Kim hefur sagt það eftir þetta stórfellda brúðkaup við Chris Humphries að þú veist líka bara hvað var hún að heldur að hafa áhrif að hann var bara texting eitthvað svona á hana já, ég held að spila alveg og líka að því að hún hefur sagt þetta núna eftir hún hefur sagt skilur Chloe var með Lamar og Courtney var búin eignast fyrsta barnið sitt og hún var pínu bara svona herði, ég er ekki yngjast hún var ekki gömul að ná 30 eitthvað og hún bara, ég er ekki yngjast bara ég þarf að fara að gifta mig bla bla, ég þarf að og þetta var meira bara gert af pressu nákvæmlega og það að hætta með honum þú veist, hann fannst að hún segði bara eitt þú veist, það skilja þarna var eitt af því erfiðasta sem hún hafði gert en það var ekki þegar hún var að syrgja sambandið þetta var svo ógeðslega mikið svona þú veist, henni leið svo illa út þetta var svo ógeðslega vandræðalegt fyrir hana þetta er líka bara in the public eye, það er allir með nefið í andlitinu og þið líður kannski ekki illa og sérð eftir þessu en allir heimurinn mun vita það, skilur þú getur ekkert gert þetta in private eins og þú myndi vilja líka 20 dögum áður en þú tilkynir því að fara að skilja þá er búið að koma út 4 tíma þáttur á sem er bara Kim's Fairy Tale Wedding sem er bara eða milljónum skilur og fólk var ógeðslega investið og hún sagði að það hefði verið þú veist bara the embarrassment sem að gerði þetta svo ógeðslega erfitt en hún var ekkert sárið að missa hann eða hún vissi bara að þetta hefði ekki verið þetta var ekki sambandi eins og segir þegar leið og lendi í París she fell in love og hugsaði bara oh my god, why didn't I do this sooner jokes hvað svo cute og það fann hún bara alvöru ást og alvöru support einmitt og frá einhverjum sem að og líka þú lítur á hvernig Chris Humphries talaði við hana og versus hvernig Kanye gerði en eins og ég man eftir að var eitt atriði í Kim og Courtney Take New York og hann er að tala hann Chris Humphries hann vilja fara að flytja til Minnesota og hún já, ekki til hvað hún ekki í Minnesota, skilur og hann segir eitthvað svona, þú veist, já en þú veist, það er bara ógeðslega góð staður til þess að vera að ná eftir nokkur ár þegar við, þú veist, eignumst kannski börn og þau eru byrjuð í skóla og hún eitthvað, þú veist, mér er alveg sama þótt ég sé komið börn og þau séu byrjuð í skóla mér langar samt ekki að búa þarna og hann sagði við hana bara svona, Kim þegar eftir 5 ár, þegar þú er komið barn og þau eru byrjuð í skóla, það mun ekki vita hvað þú ert lengur. Einmitt. Bara, hann segir, hann bara, no one will know who you are. Bara svona, þetta er ennþá einn frægasta kona heims. Núna fyrir allt aðra ástæður. Heldur þetta er leiðilegur gæi maður? Já, og þú varst að giftast honum. Á meðan Kanye hefur alltaf verið bara eitthvað svona, heyrðu, Kim, nú þarfst þú ekki að segja já við öllum dílum, nú getur þú valið þér. Já, veistu, hann bara supportive. Já. Hann bara respektar hana sem bara allt sem hún gerir einhvern veginn og það er svo mikil munur þar. Það er svo bara geggjað. Það heyrir það bara talsmettir, skilur. That bitch. Ok. 2012. Já. Þá bara situr hann, gefur hann út lagið Cold. Það sem hann er bara basically bara publicly að segja hann sé ástfanginn af Kim. Já, er það ekki í því lagi sem hann segir I fell in love with her around the same time she fell in love with him. And I'll admit I fell in love with Kim around the same time she had fell in love with him. Sem er Chris Humphries. Well, that's cool, baby girl, do your thing. Lucky I ain't had Jay drop him from the team. Þetta er sko harðasta lína sem til er þegar Jay-Z átti part í körbólta liðinu sem Chris Humphries var í. Nei, þetta var
Var þetta ekki með hinn? Nei, þetta er Chris. Okay, já, shit. af því að Jay-Z átti eitthvað prósentu í liðinu sem að Chris Humphries var að spila í og Jay-Z og Kanye þarna bestu vinir. What's the throne, bara allt þetta í gangi og hann bara lucky bara að ég let ekki Jay fucking reka þig. Pældu. Það hefur verið svo iconic. Felicia. Hvað því hann góður að gera ekki svona? Þetta hefur verið óréttlátt. Það er kannski verið að reyna það samt. Ég myndi hugsa að þarna hefði Jay-Z kannski verið eitthvað, nei, dude, þú veist. Og hann bara lucky you didn't og kann ég bara, please hún að gera og hann bara, nei. Ég myndi hugsa að það væri svo þannig, sko. Ég er ekki að fara að gera það, sko. Svo búin að reyna það. Ég er búin að reyna. Lucky. Svo típist hann svo, búin að reyna það. Ok, 30. desember 2012. They're pregnant. Og just bara, remember this like yesterday. Og hann á sviði í Atlantic-seri og þarna staðfestir hann óléttuna með því að segja á sviðinu stop the music and make noise for my baby mama. Ég grænja, ég bilast. Pældi, hann var bara inn í sér, bara ég verð að hleypa svo út. Já, bara á þessu miðsvið, bara já. Þessu geðveikt. Svo 2013 7. maí Kim's first Met Gala. Ok, þarna, ég ætla bara að segja þarna ræðum þetta hans. Já. Hún þarna er hún breaking barriers, hún er að taka niður bara, hún er að opna hurðirnar fyrir svo ógeðslega marga þarna. Hún er boðin sem gestur á Met Gala með Kanye. Já. Þetta er Kanye +1. Mér finnst svo steikt að henni hefur aldrei boðið. Nei. Svo grillað. Galið. Með það í dag að þeir eru að bjóða James Charles. Já. En þetta var og fólk var sko að hugsa er hann fara að mæta? Nei, hann mætir ekki. Er hann fara að mæta með? Nei, hann er ekki fara að mæta með raunveruleikastjörnu. Þetta voru orður um hann. Og jú, vissulega, hún mætir hana. Hún er kasólétt. 8 months pregnant. Já, kas. Og mætir í þessum fræga Givenchy blóma kjól. Æ, besta mín. Ok, ég líti á hana kjól í dag og hugsaði eitthvað bara svona hræðilegur. Mér finnst það nefnilega ekki, sko. Það er málið, en ég held að vandamáli er að það skiptingu máli kom var að fara að mæti. Fólk var að fara að setja út á þetta, út af þetta var hún. Því miður. Einmitt. Það var bara að vera að reyna að finna eitthvað á hana. Eitthvað á hana, já. Og það er meira sér þarna sem að sambandi hans við Jay-Z og Beyoncé fyrir aðeins að slitna að því að þau eru ekki að taka svo alvarlega að hann sem er raunveruleikastjörnu. Já. Þau líta niður á það. Pældi því. Fucking galið. Þetta er svo asnalegt. Bara þess eins og ég er bara að fara að líta niður á þig ef að þú myndir fara að deyta eitthvað sem var á TikTok eitthvað. Þetta er bara eitthvað, þú veist, akkur er einn miðill eitthvað meira prúft heldur en annar eða þú veist, ég veit ekki. Þetta er bara eitthvað snobb. Sem er thank God ekki lengur hana í Hollywood. Og ég myndi segja það sé 100% Kim Kardashian að þakka. Algjörlega. Og hún var einmitt á þessum tíma var hún með publicist og hún segir já, þú veist, eitt af drauminu mínum er að framan á Cosmo. Og það segir, heyrðu, þú varst nú eiginlega bara frá að gleyma þeim draumi. Það hafði eitthvað svona með verið svona realistic sem að þú getur náð. 5 árum setna hún framan á Vogue. Einmitt. Shut the fuck up. Einmitt. Pældu. Og þannig að hún mætir þarna á Met Gala, gerir sitt besta. Ég er lifandi. Í dag er henni boðið og Kanye sem +1. Einmitt. Go home, this sko. Bitch. Oh my god. She's my queen, sko. Já. En já, 15. júni 2013, Northwest kemur í heiminn. 25. október, an epic engagement. Þá trúlofast þau. Oh my god. Hversu cute, já. Fallegast að trúlofan heims. Já. Please marry me. Please. Ég bilast. Please. Og allir að fela sig þarna. Já. Inn í skílunum. Kom svo hlaupandi. Hún er í þessum bláa mínidress og með svona honey blond hár og er bara eitthvað svo sæt. Ágríns. $8 million cushion cut diamond. Já. Hversu ekki þér? Bilast. Elskar cushion cut. Já. Elskar allt sem kostaði $8 million. $8 million. Svo 1. apríl 2014 Vogue. Þau 2 saman. Með Norð líka. Inn í. Já, inn í blaðinu, já. Inn í blaðinu. Fyrsta biracial sem sagt, fyrsta, hvað er biracial í íslensku? Er það ekki bara svona blöndu hjón? Þú veist það sem einn er með dökka hörund og hinn er ljósa framan á Vogue. Já.
fyrst skipti iconic, ógeðslega flott skrítið, það var ekki búið að koma Það fyrr fárlegt, sko. veistu það ekki? Jú, það galið. Ég man líka þegar fólk er bara, it's the first biracial couple on the cover of Vogue og maður bara svona first? Það er mikið að koma first alltaf ennþá. Já, sem er Með galið. Vogue, maður er svona, come on. Já, eins og með Harry Styles var hann ekki þriðji kallmaður framur á blaðinu, maður bara hvað? Var hann þrið? Var hann ekki fyrsti? Nei, hann var þriðji. Já. Þú veist, einmitt, hann var númer 3 eða eitthvað sem er svona galið. Þetta tímarit kemur út mánaðlega. Come on. Come on. Allavega. 2014, 24. mæ. The wedding. On jokes. The Italy wedding. Þau flugu til Parísar. Og svo alla gestina sína. Já, og svo flugu þau til Flórens, Ítalíu. Where North was conceived. Það sem að North var getin. Elskaðu viti. Já, líka bara, allir heimurinn veit það. Já. Ég ætla að fara til Flórens, núna bara út af þessu. Þú fer 2024. Nei, hætti. Það með ekki bara manifesta þetta, sko. Ég kom með nóga þessu. Ok. Allavega. Það kostaði samt bara 2,8 milljónir dollara. Brúðkaupi? Já. Mér finnst það lítið með hvað trúljónarríkurinn kostaði. Já. Er það ekki? Jú. Ég veit það ekki. Kannski ekki. Nei, það er alveg rétt. Ég kann ekki á svona stóra peninga. Nei. Svona alltaf spurning, við vorum með ógeðslega flott, ég man ekki hvað söngurinn heitir, það hefði alveg stólu úr mér, hann að óperusöngurinn sem söng hjá þeim. Andrea. Já, Bocelli. Já. Er það ekki Bocelli? Bocelli. Bocelli. Þið veit alveg hvernig við tala Þú veist, kannski er hann bara að gera kann ég greiða. Æskilju, kannski þurftu að geta borga fyrir já, nákvæmlega kannski. Og þetta var líka miklu minna heldur eins og brúðkaupi með Chris Humphries og þannig. Það var bara Ítalíu, bara þau og hversu næs. Kylie var með blátt hár. Guð, elsku besta. Já, já, þetta var þegar svona smá svona, já, svona smá svona eitthvað testa, sko. Já. Og Kim var eitthvað svona, í þáttunum var Kim eitthvað svona, þú veist, ætlar ekki breyta hárunum fyrir brúðkaupið mitt? Og Kylie bara, nei, hvað tala? Ég myndi lemja listus mínu, sko. Já, sorry, djók. og þá var Kim eitthvað svona, bara ándurs, ok, ég bara ætla ekki að pæla þessu, þú átt bara eftir að sjá eftir þessu, svo ógeðslega mikið, ef alla myndinar að kíkja tilbaka, þú varst með blátt hár, en fæn, bara, you do you. Ég skil hann svo vel, en ég skil Kylie líka svo vel, af því á þessum aldrei er maður bara, fuck you, skilu, ég ætla að gera sem ég vil, og hún er bara svona, please, hún bara, nei. Já, og þá var Kim bara, ok, bara hún líka alveg rétt fyrir sér, hún getur að sjá eftir þessu. Þetta er bara alveg svo, þú veist, sýsti mín sagði mig með augabrúnum mína, skilur við. Bara nákvæmlega. Maður bara, fuck you. Já, maður sjá eftir þessu. Þú veist ekki neitt. Ok. 2015, their first son, Saint. Velkom. Þakkum Guði fyrir þennan litla strák. Sæta minn. Já. Svo 2016 voru rænd eða kemur rænd ég get ekki svo sögu, sko. Þetta er horfað á hana viðtalið hana með, var ekki horfað með þér? Jú. Þá heyra hann lýsa þessu bara, þetta er bara hræðilegt, sko. Það er einmitt mómentið sem maður sér, eða ég trúi því að í þáttunum sem kom eftir þetta, hún er lýsis við sýstunar, þannig að sérðu hún ekki að bylla. Nei, ég trúi 100%. Hún þyrfti fucking Óskarinn til þess að geta leikið þetta. Einmitt. Maður sér ekki bara, hún getur ekki haldið eins í tárunum bara við að hugsa þetta. Ég sé það. Hún er bara traumatized. Þetta er bara svo ógeðslega asnalegt að actually halda ég fram að þetta sé, já, það er fucking fáránlegt. Og það skil ekki svona. Og líka bara, hún var að lýsa hugsununum sínum. Þú veist hvað, það er eitthvað sem hún getur ekki búið til. Nei, nákvæmlega. Það var mjög góð að segja sögur og á þess að vera alltaf að breyta skilur En þessi menn er í fangilsi í dag, nákvæmlega, það er gott. Who was right? 2017 þá gaf við fórum yfir þetta í gafa þættinum. Já. Þá gaf henni partí Amazon, Apple, Disney, Netflix og Adidas. Já. Geggigjöf. Það er góður í að gefa. Hann er það. Og er það ennþá? Hann er ekki langt síðan hún átti afmæli í nóvember. Nefnilega, mér finnst það nefnilega svo skrítið allt. Ég veit það, við fyrir mjög þetta. Já. 2018 þá eignast þau Chicago og 2019 eignast þau Salm. Maður hvað lengi áttum á ég var bara P-S-A-L-M þú fór ég að translita how do you pronounce this og bara Salm ég bara Salm. It's a silent P. Já. En já, svo núna 5. janúar 2021 bara sögusagnir
Já. Divorce, what's happening? Birta, tell us. Erum við að byrja þetta. Við ætlum að fara yfir þessar sögursögnir sem eru í gangi núna. Með hennar skilnað kann ég og Kim að fara að skilja. Já. Það komu orðrómar á síðasta ári eitthvað í kringum sumarið að þau væru að þau sem sagt, byggju ekki saman. Nei. Og að þau eru búin að búa í sitt hvort álmunni í húsinu, allum einn orðrómar sem kom sem vissulega geti verið, þau eru stórt hús. En það er náttúrulega bara ekki rétt að því að hann er bara í Wyoming að því þau eiga land þar. Já. Þau eiga lóð þar. Maður tala svo mikið ensku, Já, land, ég veit lóð, það. eitthvað. Eiga lóð þar og risastórt bara, ranch, ég veit ekki íslensk hvað það er. Ekki bóndabæli, minn er ekki bóndar, en eiga bara svona hús og land, eða svona bíli bara, segja það, já, andjós. En allavega... Sorry, við kunnum ekki íslensku. Nei. Alveg, maður les svo mikið á ensku líka. Já, og þetta er alltaf á ensku já. Og eitthvað svona. En ég veit þið fyrir ekki við okkur. Já. Annars væri ekki hér. Nei, nákvæmlega. Það væri bara búin að slökka á. Já, lung. Það fylgst að fleiri podcastum með betri íslensku en ok. En Getur við allavega ekki lært íslensku hér? Nei, margt annað. Já. Mikil skemmtilega. Já. Já, þannig að hann er náttúrulega bara búin að eyða mesta tímanum sinum þar. Hann er búin að búa til eitthvað geggja stúdíó þar og er með eitthvað hugmyndavinnu fyrir Easy þar og þannig svona er hann mest þar. En þessi orðrómar komu fyrir árinu 2020, eða í kringum sumarið 2020, að þau væri búin að vera búa í sundur. Sem var síðan ekkert svo skrítið, þeir orðrómar bara dóu niður því það var náttúrulega COVID í gangi. Nákvæmlega. Og maður vissi ekkert, hvað í rauninu fólk var að gera. Sjáum núna seint árun 2020 að Kanye fekk COVID. Já. En var heima hjá sér í einangrun. Einmitt. Í Calabasas með Kim og þeim. Hann að ég veit ekki hversu mikið var til í því. En kannski var hann búin að vera í Wyoming einn allan tíman og kom svo bara heim til þess að vera með COVID þar, ég veit það ekki. En svo núna orðrómarnir eru þeir að þau séu bara að skilja, að hún sé bara komin með nóg. Og það eru tvær hliðar á þessu máli, náttúrulega Kim og Kanye. Og fólk sem er svona kannski Kim megin, segir að ástæðan sé að hún er bara komin nóg að því hún getur ekki búið með óstabílu manni og Já, líka bara hún er bara að fara í lögfræði allt skilur og bara serious í sínu máli. Einmitt. Og meðan Kim er bara, Kanye er bara eitthvað ég ætla að bjóða mig fram sem forseta, bara svona ég veit það ekki, hann er svona hann er öðrum stað. Já, allt öðrum stað. Og þeir sem eru Kanye megin, þeir segja að að hann sé bara komið nógu öllu Kardashian bulli og þetta sé bara svona sínileik og sorry, það er bara hlið sem ég kaup ekki. Ég kaupa ekki neitt af því hann, ef ykkur er supportive Kardashian heiminn og allt sem hún gerir, þá er það hann. 100%. Ég trú ekki að hann sé bara komið nógu að því. 100%. En líka bara sem, verðt að taka fram, en hann er greindur með geðhvarfasýki eða bipolar á ensku. Já. Og og mér finnst alltaf verið í umræðinu við erum opin fyrir mental health og við skulum vera opin fyrir geðheilbrigði og við skulum vera opin fyrir að ræða þetta og þannig. Þetta má ekki vera opin umræða þegar þetta á bara við fólk sem þeir líkar. Þannig að fólk oft taka þetta upp með Kanye og vera bara, oh my god, hann er Ef við ætlum að vera eitthvað gett opin með þetta og við ætlum að vera gett heilsteyft að geta talað þetta og haft þetta, ekki gera þetta svona tabú sem þetta hefur verið gegnum árin, þá verður það að eiga við alla. Einmitt. Þannig að sama hvað þið finnst Kanye West, þá er þetta svona manneska sem er með veiki. Þannig að ef þú ætlar að vera að standa uppi fyrir geðheilbrigði, þá verður að gera fyrir alla. Algjörlega. Þannig að mér finnst aðslega þegar fólk er svona eitthvað að taka þetta pól í málinu og maður er svona herði. Það er svona oft með stjörnur. Einmitt, eins og þær séu ákveðum, þetta er líka bara manneska og hann er bara með, veiki sem að venjulegt fólk stjörnum fá hver sem getur fengið. Nákvæmlega. Og máli er að hann náttúrulega greindur með bipolar og ég held hann sé greindur í kringum 2016 þegar hún er rænd. Já. Að því að stutt eftir það þá þarfti hann bara að taka eitthvað smá pásu út af bara álægi og einhverju. Hann var hospitalized eða settur hann á spítala fyrir og þá var sögursagn að það væri einmitt álag. En það hefur örugglega verið bara kannski hefur bara eitthvað sem trigger hann skilur væntanlega. Konaðinn bara lendir í þessu barsmáðu þín. Og hann er líka búin að missa hann er alltaf sagt að fyrsta ástan hans undan Kim er mammans.
og það er svo sorglegt hvernig hún fór og, þú veist, stressið að þú varst næstíð búin að missa bara já, ástina þína aftur, ástina skilur. líka, þú veist, mömmu barnaðina og þú veist, allt það. En mammans kann ég, það hefur verið, ég myndi halda, hún deyr eitthvað 2004-2005, eitthvað á þessum árum. Það er þessu uppsvörtan okkur, hann var blindfullur á hann þegar hann tekur mækin af Taylor og allt þetta. Hann fór bara í algjöran niðursveiflu með það, þannig ég held að allt tryggir rosa mikið svona hjá honum, svona dauði og bara svona stór áföll, af því að, þú veist, mammans fer sko í fegrunaraðgerð og er svæfð og vaknar svo og fer of snemma heim af spítalanum. Já, var það þannig? Já. Ég held að þetta dáið út af svæfingunni. Ég held það líka. Já. En þetta er víst þannig að hún fer aðeins og snemma heim ef hvernig hún átt að fara. Þannig að það er ógeðslega mikið af hugsunum sem þú gætir haft þarna sem er hvað ef, hvað var þetta þau ekki gert, hvað sem er svo bara svo mikið svona byrði að bera fyrir unga mann. Algjörlega. Og hann eina barnið hennar, skilur og þess að, já. Hann hefur engin sískinni til þess að fara til. Nei, þess að þetta er bara ógeðslega mikil byrði. Þannig að þegar það kemur að svona málum að missa og eitthvað þannig, þá tekur hann því ekki vel. Og þetta var örugglega, þú veist, og geðhvarfasýki eða bipolar getur komið upp bara við svo stór áföll, bara hjá hverja sem er, hjá mér eða þér, eða þú veist, eða hvað sem það er. Þannig að ég held að, ég myndi halda að þetta var svolítið kannski byrjað þarna og svo er hann bara með ákveðra triggerpunta sem að eins og 2016 hann með ránið. En hann er náttúrulega grindum með þessu veiki og hann hefur sagt það sjálfur, hann ætlar ekki að taka lyfin. Og hann er ekki búin að viðurkenna fyrir sjálfur sér að hann sé veikur. Eða, þú veist, hann kallar þetta superpower og eitthvað svona sem þetta vissulega er alveg líka því að, þú veist, þetta er kallað listamanna veikinar, ógeðslega margir listamenn með þessa veiki og þeir verða svo creative þegar þeir eru í þessari svo kallar maníu að hann hefur sagt bara, já, ég ætla ekki að taka lyfið þessu og ef þú ert mjög veikur með geðhvarfasýki og þú ert ekki að taka lyf þá ert til að gera það ómögulegt fyrir mannesku til þess að búa með þér þegar þú bara ert ekki þeir eru ekki að sumu plánitu þeir eru bara eitthvað hér og þar þannig ég myndi halda að það sé ástæðan Kim megin. Já, getur verið. Myndir ekki halda það? Jú, getur verið. Ég myndi hugsa að þetta getur verið öðruvísi ef að hann myndi bara viðurkenna sjúkdóminn fyrir sjálfa sér og taka lyfin en hann vill ekki gera það og það er vissulega ekki hægt að neyða mannesku í það. Þannig að, þú veist, ég held alveg, það er alveg hægt að vera í sambandi með einhverjum sem er með geðhvarfasýki og það er alveg hægt, en þá þarf hin manneskinn að vera svolítið svona meðtækilegur og vera, já, ég veit ég er veik og taka lyfið sín og allt það. Annars er þetta að gera þetta ómögulegt. Og maður sá það eins og þegar hann tók maníu núna í sumar, þegar hann var á Twitter og pissa á Grammy-verðlaun sín og allt þetta, skilur. Þetta er kannski fyndið að horfa og auðvitað maður bara, hvað hann að fucking gera þannig að pissa á þetta en fyrir henni get ég lofa að þetta er ekki fyndið hún er örugglega bara, oh my god á sama tíma og þeir eru náttúrulega gift og þetta er í blíðu og stríði að það er það sem hún segir þú gift þig að þú ætlar að vera saman þá er það samt ósanngjarnt gagnvart henni ef hann ætlar ekki einu sinni að reyna að batna og þetta er bara svona, þú veist ef við myndum bera þetta saman við að hann myndi fá krabbamein og hann bara, ég ætla ekki eins og að reyna að bjarga mér fyrir börnum mín. Nei, það er ósanngjarnt. Þannig að þetta er bara, þú veist, við getum leitað á þetta þannig. Þetta eru tveir pólar á þessu. Algjörlega. Þannig að ég held að ástæðan hjá Kim sé, ég myndi halda að sé þetta. Já, ég held að hún geti alveg spilað inn í. Já, geti alveg spilað inn í. Þetta er bara erfitt og hún veit aldrei ástandi sem hún er að fara að tala við mann sinni í. Nákvæmlega. Það er erfitt álag. Ótrúlega. En eitt sem ég var líka pæli þegar vorum að vera að velta þessu fyrir mér er að ef þau skilja þú veist, já, þegar þau skilja ef þau skilja ég held að verði samt í góðu sambandi ég hef einhvern trölla trú á því ég held að sé ekki skilja því að þau eru hægt að elska hvert annað nei ég held að sem er bara svona mismunandi, bara lífið er bara, við erum búin að taka mismunandi áttum og þú veist álagið er svo mikið á henni að vera einmitt
kona mann sem vill einhvern veginn ekki láta sér batna og veit þá ekki hvað ástand hún er að fara að tala mannin sinni í. En þetta er ekki af því að þau elska hvort annað eitthvað minna. Og líka þú lítur á Kardashian söguna, þú veist, Kourtney og Scott eiga geggja samband í dag. Tristan og Khloe, jú, þau verðast nú að byrja eftir saman. En mammenar, Kris var í ógeðslega góðu sambandi við Robert pappa þeirra. Þetta er bara svona, það er sagan hjá þeim, er bara family first. Algjörlega. Og hann verður alltaf barnsfaðir hennar. Þau eiga alltaf 4 börn saman, sama hvernig þetta mál fer. Það kæmi mér bara virkilega mikið á óvart ef þetta mál yrði ljótt. Það er að tala það yrði svona dirty skilnaður. Já. Það kæmi mér á óvart. Já, mér líka. Ef að kann ég er á tiltölulega góðum stað, þá kæmi mér það mikið á óvart. Já, ég myndi segja það. Það er ekki sammála? Jú, ég held það. Ég held bara, þú veist, eins og Scott og Kourtney skilur margt gengi á hjá þeim. Framhjálpsorðrumar og eitthvað svona, samt alltaf verið góði vinnir. Já, það er fallegt. Já, mér finnst það. Fyrir börnin, fjölskylduna. Fyrir börnin. Þetta er öðruvísi eins og með Khloe og Mar skilur. Það var ekkert sem að hélt þeim saman. Það eigi áttingi börn, þannig að þau þurfa ekkert að vera í sambandi skilur. Þannig að ég held að samkvæmt þetta fer að þau verði í ágætu sambandi. Af því að það er svona sagan hjá Kardashian. Líka það sem ég finnst athyglisvert, eins og tölum þú veist, það er bara 1. 8. janúar en Kim er ekki búin að segja neitt og þau eru ekki búin að tjá sig neitt þetta. Hún er alveg búin að setja í story núna. Já. Bara eitthvað random dót. Hún er ekkert eitthvað samt að reyna að slökka á þessum sögum. Og að segja ekkert í þeirra aðstæðum er að segja helling. Af því að þessi orðrumar hafa margoft komið upp áður. Og þá hefur hún bara byrt mynd eða hún er sett hann í story eða eitthvað. Bara eitthvað sem er easily bara hægt að slökka á þessu. Já. En að segja ekkert í þessar aðstöðu er bara, speaking volume, myndi ég segja. Bara smá bensín á eldin, sko. Já, en auðvitað er hún ekki að fara að slökkva þetta ef þetta er síðan satt. Þannig að, mér finnst meira svona convincing að þetta sé að fara að gerast að því að þau hafa ekki tjá sig. Nákvæmlega. Sammála. Það finnst að myndi labba inn út og bara risa tilkynning. Það er bara geggjaf. Já. Þá bara, þá tóku við svona sögu Kim og Kanye og þið veitir það en mér finnst það bara svona, já. Nákvæmlega. Og líka fyrst ef ég, að því að eins og þegar hún skildi við Chris Humphries, þá var skilnaður mjög messy. Það var mjög ógeðslegt og hún náði ekki að skilja við hann um að nokkrum mánuðum áður Northwest fæðist. Já, vá. Og það var eitthvað að vera að tala man ekki alveg hvernig það var, en það sem hún bjó, það sem lögheimili hennar var, þegar hún var ólétt af Northwest, og reglur að manneska sem ert gift, þá er svo manneski átó með forræði. Svo þannig að hann muni eitthvað mánuðum að Chris Humphries hefði mögulega verið með forræði af Northwest. Hvað bull? Já. Pældi því. En meðan við skilnaði hjá Chris Humphries, þá hafði hún sína eigin hagsmuni að gæta. Chris Humphries var engin stórfelld stjarna, skilur. Hann á engan Kanye West peninga, sko. Nei, nákvæmlega. Og hún átti alveg fína peninga. Þannig að þar hafði hún sína eigin hagsmuni að gæta svo mikið að passa. En þarna er sem er 2 einstaklinga, sem eru kannski fyrir að skilja núna, Kim og Kanye, sem bæði eiga bara shit, basically. Að ég trúi ekki að verði nema bara fair. Nei, nákvæmlega. Þú þetta, ég á þetta búið. 100%. En þegar þau giftu sig, þá var nettverðið hjá Kim $40 milljónir. Í dag er það 900 milljónir. Shit. Já. Hjá Kanye, þá var það $60 milljónir. Það var ekkert mikið munur á þeim hann þegar þau giftu sig, 40-60. Í dag er það $1,3 billion. Damn. Þetta er ekki sama fólk. Nei. Í dag og þá. En bear in mind að það er ekki partur af mér sem trúir að hann hefði náð þessum $1 billion status nema án hjálp Kim. Og hún hefði ekki náð þessum 900 milljónum án hans hjálp. Þau bara voru the perfect match. Bara pælir öllu sem er komið inn í þetta. Yeezy, KKW Beauty, Skims. Þú veist, allt sem er búið að gerast eftir að þau byrjuðu saman. Þetta er svakalegt. Þetta er það. Þannig að það verður vissulega mikið sem þau þurfa að gera upp
og á milli sín, en ég held að verði bara mjög fair. Það búið að segja að Kim á lóðina í Calabasas, þar sem húsið er byggt, þetta hvíta musterið. En Kanye á húsið. Að það? Hún á lóðina, hann á húsið? Já. Þannig að ég veit ekki hvernig það verður. En það myndi koma mér á óvart ef hann myndi reka hana á börnin sín úr húsinu. Já. Þannig ég held hann láta hann að hafa það. Já, pottet. Ég held að. Það er búið að tala að það virðist ekki ætla að vera nein forræðisdeila. Já. Og ég trúi því vel. Það verður bara 50-50. Eða, já, ég held að verður bara 50-50. Ég held það. Ég held hún sé ekki að fara inn að biðja fullt forræði. Af því að hann er góður pabbi. Allan kemur óvart að það er eitthvað rifrildi. Því ég held að þau bara tristi hvort öðrum 100% þegar kemur að börnunum. Algjörlega. Vissulega er hann ekki með þau ef hann er í annarlega ástandi eða í manju eða slíku skilur en það er eitthvað sem þau vita bara. En hún er búin að ráða sér lögfræðing fyrir þetta mál sem er náttúrulega mjög stórt sæna eitthvað ségangi hérna. En lögfræðingun hennar heitir Laura Wasser og hún notaði hana líka í skilnaðin við Chris Humphries. Og áhugavert er að hún er búin að vera með hana á retainer. Íslenska orðið þarna er basically, hún er búin að vera með Laura Wasser í vasanum síðan hún skildi við Chris Humphries bara sem starfsmann bara borga henni mánalega að ef eitthvað kæmi upp og geta hann alltaf hringt í hana þetta er bara eins og vera þjónustusamning þannig að hún er bara basically búin að gera alla vinnuna í gegnum árin örugglega og kannski er bara gett auðvitað að klippa á þetta örugglega og ég veit þetta er ógeðslega frægur skilnaðarlögfræðingur hún hlýtur samt að vera lögfræðingur fyrir eitthvað annað líka því að ég skil ekki alveg okkur Kim myndi vera með hann og retainer nema hún sé líka lögfræðingur að gera eitthvað annað skilur en hún allan að það er sögursagnin ganga það hún hafi verið með hann og retainer þessi lögfræðingur er víst bara frægasti bara ef þú ert eitthvað í Hollywood þú átt eitthvað pening sem þú ert hræddur að missa eða að þessi gert vitlaust upp að þá ertu með Laura Wasser og fólk sem hún hefur með þú veist, hún representaði Angelina Jolie í skilnaðin við Brad Pitt og Heidi Klum, Hilary Duff, Dr. Dre, Kelly Clarkson og bara listin heldur bara áfram. Þetta er bara, þú veist, frægasti skilnaðarlögfræðingur Hollywood. Damn. Já. Held ég var að frægasti skilnaðarlögfræðingur Hollywood. Já. Það er mikið að gera þess. Örugglega, því líka fólk, þú veist, eins og til dæmis bara Dr. Dre skilur, hann giftist og hún er að biðja bara eitthvað svo ógeðslega mikið pening, svo sem er að skilja við en þú veist, í bara svona, ég veit ekki hvað það heitir íslensku, bara svona eins og bara svona meðlag, bara meðlag bara mánalegt meðlag, hvort hún sé ekki bara biðja bara 2 milljónir, eitthvað dollara sem er bara eitthvað 300 milljónir íslenska króna á mánuði fyrir hvað? Hvað er það ekki með 300 milljónir? Okay. I don't know Allavega. En allavega, þarna ertu með, þú veist, konu sem er vissulega að fara að gera þetta réttilega upp og eins og ég segi, þau voru með eitthvað svona prenup eða svona, þú veist, skilnaða papira en það er bara svo mikið búið að gerast síðan þá og reglan segir náttúrulega að það sem þú gerir eftir og giftið þig, það eigið þið saman en þau eru svo ógeðslega jöfn, jú, hann er með þetta $1 billion status og hún er hérna í $900 milljónum dollara, það er samt það er stutt í land hjá henni sko. Ekki munur Nei, ekki þetta er svona stóra upphæði sko. Nákvæmlega, en við viljum að ræða þú veist, eins og hún tala um með gjafir, þú veist, það er ekki langt síðan hann gaf henni holograf af pappa sínum í 40 ára afmæli hennar hérna á einkaeigni það var nú bara nóvember það var nóvember sko? Já. Það er mjög stutt síðan Hlýtur eitthvað mikið gest bara jólin? Já, eða sko. Eða hann var að gera þetta til þess að vinna hann tilbaka eða eitthvað. Það er spurning sko. En er sagt að í afmælinu hafa hann komið, flög út til þess einkaeyju, var hann í 2 daga, vildi ekki sjást hann einustu mynd, vildi bara valla að fólk myndi vita að myndi vera hana. Hann basically mætti þetta er svo skrítin setning hann byrjulega mætti til einkaeyju bara með holografið og fór svo en þetta er svona fárlega steikt setning hann mætti bara með holografgjöfinu og fór en það var eiginlega,
Það alveg smá skrítið. Það alveg smá skrítið, sko. En eins og segið, þú veist, þetta er svona skilnaðurinn, ef við tökum hann, að þetta sem við höldum, ef við vonum, þetta fyrir ekki illa ef þetta gerist. Þetta verður ekki messi, ef að kann ég á góðum stað. Við höldum að það verður ekki forræðisdeilur og við höldum í trúna að þau verða ennþá góðu vinir eftir þetta og hún eiginlega eftir að vera að fara til Wyoming og svona, að heimsækja hann. Ég held að muni alveg halda áfram að vera að sjást, sko, í þessum þáttunum. Ekki þáttunum, en þú munir sjá kannski að hún sé að fara til Wyoming og þannig, en ég held að hann skrái sig þá alveg út úr. Það? Já, og sem ég þegar þau voru að byrja saman. Ég held að það ríkindli svo bara eftir svona okkur ár líka. Það? Já. Að það verið draumur. Ég vona þessi rétt hjá þér. Ég finn, maður einhvern veginn, ég veit ekki, þau eru svo cute, svo in love og... Já. Finnst þér líka ekki sérstaklega eftir að maður er búin að rifja upp söguna þeirra? Þú getur ekki neitt annað. Þú veist, það er óneitanlegt að þetta sé bara sönn ástarsaga. Ángríns. Þetta er það. Þetta er bara allt og sætt saga, sko. Ég vil trúa að þetta sé ekki endurinn. Þó að sé kannski endurinn núna, eins og staðan er. But not forever. Nei, það getur vel verið, sko. Börnin eru svo ung og þeir eru alltaf bara að hittast og hvers getur sem hittast, hún kemur hinsakja annað eitthvað, þetta er bara svona... Já, og svo kannski fer líka hann á betri stað og tekur nákvæmlega. Eins og veikindi sín í sátt og bara vinnur í sér. Nákvæmlega. Kannski finnir hann þarna ástæða til þess að bara batna, skilur við. Nákvæmlega. Já, þannig að þú veist, skilnaðurinn einmitt. Ég held að það verði svona bara eins og sem búin að segja, sko. Það fari ekki illa og þannig. Ég von ekki. Og þú veist, með 2 stórstjörnur sem eiga svo fokkið mikið peninga. Ég held að það verði gert bara frekar evenly upp, sko. En förum þá í orðrómana. Jeffree Star. Sem hafa myndast eftir þetta fokking bull er þetta? Ég bara skil ekki. Það bara, ok, fyrir þá sem bara eru að skrifa út úr helli í dag og eru bara hvað dagur er og veit ekki, þú veist, ég veit ekki, hafa ekki opnað Instagram sem er fer punktur. Að þá komu orðrómar, stutt eftir að þessi frétt kemur hann út 5. janúar, að mögulega sé skilnaður í gangi hjá Kim og Kanye, eða það sé á borðinu. Já. Að það byrjar TikTok, fucking TikTok, bara einhver pía TikTok, bara einhver pía, by the way, sem er bara, góð hugmynd. Ég ætla að taka þetta upp síman og ég ætla að segja að ástæðan fyrir skilnaðinum sé, eða heyrst hefur, að það sé út af því að Kanye er búin að vera að deyta a beauty male influencer. Já, segjum bara það. Segir hún ekki, nafngrunna og svo kemur og það er engin annar en Jeffree Star. Segir hún allt saman TikTokinu? Ég ekki séð TikTok. Basically. Að því að, og þannig er eini punkturinn sem að fólk hefur á þarna, á þessum tímapunkti, þegar hún býr til þetta yndislega TikTok sitt, að hann var í Wyoming og Kanye er í Wyoming. Mikið sens. Bara saman sem merkið hana. Já, bara þeir eru í sama ríki. Vá, ok, þá er hann bara að sofa hjá Jeffree Star. Og ástæðan okkur, ég horfði á þetta, ég var bara, þetta er fucking bull, þetta er fucking kjaftaði. Það hefur ekkert út af það að setja því að Jeffree Star er kallkyns og Kanye West er kallkyns. Kanye West hefur aldrei sagt hann sé bara gagnkynhneigður eða hann sé ekki eða ekki samkynhneigður. Það hefur ekkert með það að gera. Það bara má ekki vera Jeffree Star. Nei. Það er bara mitt personal preference. Ég bara sé þetta ekki fyrir mér, sko. Ég sé bara ekki fyrir mér. Mér finnst Jeffree bara ekki búin að vera að standa sig vel. Nei. Síðastliðin misseri. Mér finnst hann ekki típan sem að ég myndi halda að Kanye myndi vera með. Nei. Og það er bara ekki eitthvað sem ég vil sjá gerast. Bara aldrei. Nei. Sorry. Ég veit ekki með Jeffree, sko. Nei, bara ekki. Og ég vil bara taka fram að þetta hefur ekkert með það að gera þessu báður kallkyns, sko. Nei. Ekki neitt. Nei. Þetta er bara persónuleikinn hjá Jeffree, sko. Alveg sem ég myndi ekki vilja að það kemur orðrumar að Kanye væri að sofa hjá Trishu, sem er hann YouTuberinn, sem er líka bara eitthvað gett út allt og ekki búin að vera að standa sig vel síðustu misseri og all that jazz. En þetta er orðrumar sem kemur upp. Það verður allt batshit crazy. Þetta fer bara viral. Og á bara ógeðslega stuttum tíma. Á ógeðslega stuttum tíma. Ég heyrði þetta bara
bara frá vinkonu okkar hún sendi mér snap, ég var bara hvað kjaftaði þetta? Ég sko Ég hugsaði ekki, á ég senda á Birtu bara nei, ég held að Birta hefur nóg að gera núna Ég sko líka, það var alveg nokkri sem voru að senda á mig og það var alveg þó nokkri sem voru að senda á mig og ég var bara svona þú veist, ég var bara svona hætti þessu, ekki gefa þessu kredit, bara hætti þessu bara þetta auðvitað þetta bull hvað heldur að Jeffree Star fucking geri? Gefa út YouTube-vídeó Nei, á undan því Hvað gerir hann? Hann postar mynd á Instagram bara sér, location hann uppi er Wyoming, hvað heldur að standa í caption? I'm ready for Sunday service Get ekki hana mann hann var bara I am loving the attention Er það fucking Væntanlega, þú veist það var rúmur að þú og Kanye West sé bara að nafni þitt sé borið saman við hlýna Kanye West bara fyrst mannin hennar Kim skilur it's an honor, fattar God damn it samt og þegar hann gerði þetta, hvað heldur að TikTok hafi bara ég var ekki með að sjá þetta Nei, it went batshit crazy Shit, ég er ekki búin að fara inn á TikTok eða neitt bara Nei, það varð allt klikkað og þar byrjar fréttamiðlar eins og E-News Og þarna var ekki komið upp nafnið hans, jú Jeffree? Jú, það var komið þau voru saman Það var komið upp á TikTok og að það kom hann upp á TikTok í þessu trendi þess að hann fór það viral, eða sem fór að trending á Twitter og þess að vaknaði Jeffree Star þennan morgun og sér að nafni sitt sé trending ídráð og sér að hann ætti að vera að sofa hjá Kanye West Pældi að vakna og þú voru bara þú veist, væntalega viltu eitthvað flippa í þessu skilur Sérstaklega þú ert Jeffree Star Já, sérstaklega Margir sem eru bara hræddir við Kardashian völdin myndur bara, nei Ég var bara, please Kim, ekki trú þessu Þetta er ekki ég lofa I would never En hann bara eitthvað postar I'm ready for Sunday service og ég var bara svona mér langar að býta þig þú ert að pera mig svo mikið Það er svo fucking pirrandi Ég fæ ekki af þörfum að býta fólk ég var bara fucking pirrandi En auðvitað var hann að fara að hella bensín á eldin að sjálfsögðu Væntalega Þetta er Jeffree fucking Star Maður býst ekki við neinu öðru frá honum sko. Geta hann ekki stundum sko. En ég meina, ok, já og þetta er náttúrulega bara í gangi og þá byrtir E-News og þú veist, þetta er alltaf svona í gegnum tíðina, þetta er alltaf svona, já, það er smá credibility eða smá sannleikur ef að E-News byrtir eitthvað og þegar E-News hefur náttúrulega verið að vinna með Kardashian í 12 ár í gegnum þættina Keeping Up sá samningur náttúrulega runnin út og ég trúi ekki bara nótu benni að þau hefði byrt þetta ef að samningurum væri ennþá í gangi nei, rúlega ekki þau eru bara nice en, og líka þau vita alveg þau eru með fullar heimildir til þetta fólks þau eru með símanúmer hjá öllum Kardashian systurum á standby bara spýta og Christiana is on the phone sko. Nákvæmlega. Þau vita alveg þetta bull en samt gera þetta anyways bara fá views og já. Þetta sko Svo í gærkvöldi hjá okkur Íslendingum 7. janúar 2021 þá birtir Jeffree Star YouTube-myndband sem heitir Addressing the Kanye Situation Auðvitað gera hann það Ég samt, það komið samt óvart ég held að myndi draga þetta aðeins lengur á langin ég held að myndi Þarna er þetta allt ógeðslega heitt hann er að fara að fá bara ég veit ekki hvað mörg views og tjekka hvað mikið Já ég samt held að hann myndi vera aðeins lengur bara eitthvað svona að nota sér þetta Já, en samt þú sér þarna captioni á vídeóinu er samt svona þú veist ekki hvað hann er að fara að segja skilur Já, true 5,1 milljón á 13 klukkutíma Já, nefnitt og þetta mun fara í sko þegar þið eru að hlusta á þetta það eru ekki 10 miljónum Já, nákvæmlega miklu meira Já bara sorry, þú sérð ekki viewin alls strax sko sem eru komin fyrir utan það sérst aldrei viewin innan 24 tíma rétt, Já, það er alltaf miklu meira en maður sér so this is a lot en en ég er ógeðslega ánægð samt þakklátt við Jeffree Star hann hafi gefið þetta út og verið bara hann basically segir að þetta sé bara mesta bull sem hann hefur heyrt og hann með talar þarna að þetta sé bara hann er náttúrulega bara hlæjandi af þessu skilur partur af okkur hann sé upp
þú veist, upplóta þessu svona snemma í þessu máli gæti líka verið, þú veist, þú vilt ekkert hafa Kardashian á bakinu. Ég respekta hann fyrir að gera þetta, sko. Ég líka, og þú veist, ég er þakklátt fyrir hann að gera þetta, því að þetta er með hjónanna, Kim og Kanye, sem hefur 4 börn. Þetta er fjölskylda, Þetta er fjölskylda. Það er búið að draga þinn í þetta því einhver stelpa fannst að fyndi á TikTok. Ok, hún náði sinni athygli og allt það, en þá finnst mér flott að hann hafi bara... Ég vona bara einlega þegar hann postaði myndinni, ég held að hann áttaði sig ekki á hversu alvarlegt þetta Nei, vonandi. Upp á orðróma fyrir fjölskyldu, skilur. Nákvæmlega. Svo kannski var hann bara fólk, fólk er ekki að djóka með þetta, sko. Já, nákvæmlega. En gerir vídeo. Áður hann postaði þessi vídeo þá byrst hann aðra mynd á Instagram, sko. Sem var eitthvað myndi honum, hann er með eitthvað svona, þú veist, sólgleru sem að, þú veist, speglast og kapsuna var eitthvað svona, allar rannsóknarlögreglunar núna er að zooma inn og sjá hver tók myndina. Þannig að hann var alveg smá að svona... Má hann aðeins, samt. Hann má ekki. Nei, ok. Mér er það smá fyndið af því að það komi vídeo. Ef það var ekki komið vídeo, þá var ég ekki fyndið. Það var bara hættu, þú ert að vera aðstæðlegur, ég sammála, núna er þetta fyndið, in hindsight. Það var kannski bara, þú veist, að klippa vídeóið meðan var að posta þessu, skilur. Það kom bara nokkur tíma og ég var bara því sásmyndi, ég var bara, þakk. En hann segir einmitt bara, hi, 2021, let's relax. Og og segir þarna að þetta sé bara fucking bull. Thank God, og hann segir einmitt þarna eina ástæðan okkur fólk getur eitthvað sagt við þessu, er eitthvað búið til þessar sögusagnir, er að þeir báðir eiga land eða lóð í Wyoming ríki, þetta er heilt ríki krakkar, þetta er ekki sem er götu. Nei. Þetta er ríki, þetta er okkur stærn Ísland, sko. Ég veit ekki, en þú veist, Ísland er lítið. Samtalstór, sko. Já, true. En þú veist, ég finnst að búa okkur fleira. Já, 100%. 100%. Slökum að þess á. Já. Þeir búa líka báðir í Calabasas, okkur er svo orðrómar ekki líka þar. En og svo líka í ykkur eldgumlu lagi frá Jeffree Star, þegar hann var náttúrulega tónlistamæður sínum tíma, að þá segir hann nafn hans Kanye á svona 50 öðrum listamönnum. Hann var eitthvað svona að taka Eminem stíla á þetta og segir eitthvað svona, Dr. Dre, Kanye, það segir okkur ekki neitt krakkars. Thank God að þetta bull sé búið. Og þeir sem hafa verið að senda mér á Instagram svo er þetta bara audio people, sko, sem segir bara, ég vildi óska þetta hefur sagt, af hverju? Ég skil það ekki alveg. Nei, eina sem þú ert að vera óska heima núna er að hann og Kim hætta ekki saman. Já, nákvæmlega. Ekki hann sem er Jeffree Star. Af hverju viltu það sé satt? Why? Já. Sama hver það væri. Af hverju viltu það? Einmitt. Þetta ekki, smagla. Ef ég ætti eina spurningu til að spyrja Kardashian fjölskylduna, þá í gegnum tíðina bara svona, þá ég var að hlusta podcast sem var að ræða þetta og þá sagði stelpana að spurningin sem að hún hefði haft hefði verið í gegnum tíðina eða núna síðustlega misseri hvort að Kourtney og Scott hafi verið svo saman í gegnum árin. Það er góð spurning til að spyrja, en hún talaði að það myndi breytast. Það er svo spurning sem búið að breytast núna og spurningin yrði, hver er þið næsti maður sem að Kim Kardashian myndi vera með? Það er látum við svo vitum ekki neitt af því ég veit að ég og þú vitum hérna einn orðróm, en látum við svo vitum hann ekki fyrir mjög eftir smá, þá gæti ég ekki dottið ein manneskja í hug. Nei. Típa eins og Drake, já, en það yrði aldrei Drake. Bara líka út af sögunum, skilur. Já, en það yrði ekki út af því að fyrst þeir eru ómiklu óvinnir, sko. Já, og börnin, skilur, þú veist. Típa eins og Drake, já, en það yrði aldrei Drake. Nei. Og það er engin annar eins og Drake. Nei. Fattar mig? Drake er one of a kind, sko. Já, og Kanye is one of a kind og... Ég ekki hugmynd, en förum í orðrómin. Að það? Ok. Orðrómurinn er sem sagt sá að það er það er sem líka komnir út orðrómar það að Kim sé að deyta einhvern annan. Og það er ein síða sem er stórslúðumiðl sem er sem sagt læstur sem að birti það að þau fengu e-mail sem áttu að vera svona, þú veist, sendin hint. Notabenni, þetta getur verið bull, þetta getur verið satt, við vitum ekki neitt. En tökum þessu bara, ræðum þetta bara. Sendur hún e-mail og segir að þetta er bara 5. janúar bara þegar fréttin kemur þá er þetta birt á þessu maili. Og þau segir fréttinar frá Page 6 Kim og Kanye eru að þau séu að fá skilnað eru sannar.
þetta átti í raun að gerast á síðast ári en svo kom COVID, þannig að þú veist, það frestaðist. Þau eru búin að lifa í sundi núna í nokkuð tíma. Þú veist, are we even surprised, segir hún hérna, þess sem sendir henni e-maili. Svo segir hún, það sem er meira áhugavert við þessa fréttir er það að allir þessi orðrómar með blíp eru ekki falsir. Þú veist, þeir eru ekki, þetta er ekki ósatt. Þannig að það komi orðrómar hana og einhvern annan. Já, en hún segir hérna, en ég veit for a fact að hún er að deyta blíp og er búin að gera það í smá tíma. Öll fjölskylduna veit það og ég hef líka heyrt að Kanye viti allt af því og allt hann líka. Já. Eins og Kanye sé búin að samþykja að hún sé að deyta eitthvað. Orðrómandi ganga núna, krakka mínir, að Kim Kardashian sé að deyta lögfræðinginn Van Jones. Van Jones. Þetta er maður sem hún kynnist í sínu ferli að berjast fyrir réttindum fanga í Bandaríkjunum. Hann rekur Cut 50 prógramið sem að þú veist það snýst það að betur bæta fangelsiskerfi í Bandaríkjunum og kutta niður 50% allir sem eru á þú veist hann death row og allt það. Hún búið að vinna mjög mikið með þessum manni. Hann er 12 árum eldri en hún er 52 ára og mér skilst að hún sé að læra lögfræði og svo náttúrulega læra lögfræði á í rauninni skrifstofinni hans. Já. Þetta er svona semi-herbals. Þetta er alveg skrilla, sko. Já, hann er samt giftur. Hann er giftur? Já. Ó nei. Ó nei. Ó nei. En þetta eru orðrómar að þau séu rauninni búin að vera... Er ykkur að sögur að þau séu skilnaðarferli? Fyrir ekki, þau skildu 2019. Ok. Hann er ekki lengur giftur. Thank God. Thank God. Hann á 2 börn og Hann er ógeðslega fyndið að horfa á hann. Hann er smá svona eins og fancy útgáfan af Kanye. Já, hann er pínu þannig, sko. En Þeir eru ekki ósvipaðir. Alls ekki ósvipaðir og þetta er svona sophisticated, þetta er svona lögfræðinga Kanye. Já, Kanye í jakkafötum. Mér finnst það alveg passa vel saman, sko. Já, þú veist, þau gera það og eins og segið, þú veist, það var erfitt að svara þessar spurningu áður maður vissi orðrómann, þegar maður heyrt þennan orðróm þá var maður ekkert á mótunum. Nei. Þú veist, hún er að stefna í þessa átt, hún vill vera í þessum bransa. Þetta væri flottur partner. Don't get us wrong, þóttir sem að segja þetta, þá þýðir þetta ekki, við viljum ekki að Kanye og hún séu saman. Bara, en við erum að tala ef hún ætti að fara að deyta einhvern annan, þá myndum við gera grænt ljós. Ég get ímyndað mér þetta. Já, ég get ímyndað mér þetta. Já, en þú veist, það er engin annar sem þetta er hug og... Nei. En já, þetta er alltaf læg. Þetta er alltaf læg. Þú veist þetta betra en einhvern körfuboltagæði, sorry, I had to say it. Já, einmitt. Þannig er hún að fara líka bara rétt að leið að því hún er að fara í lögfræðina. Þannig er hún með eitthvað sem er á sama stíi og hún. Bara gæti verið svo ógeðslega góð partner. Já. Þú veist, nákvæmlega. Vonandi. En ef þetta er satt, þá vona ég að þau séu bara glöð með Já, það. ég vona það Og líka. allir og Kanye líka. En við viljum náttúrulega að Kim og Kanye veri hamingjusöm happily ever after. Við erum bara að velta steinum. Já. En við, rótur okkar liggja auðvitað með Kim og Kanye. Við bara ræða ef hún ætti að fara að deyta við hann, þá myndum við gefa grænt ljós á Van Jones. Allavega það sem við vitum hann er núna. Við vitum náttúrulega ekkert manninn, sko. Og það er ekkert annað en þetta e-mail sem getur verið skrifað að einhverjum Bullason, sko, sem er bara bulla. Bullason, hvað er það skrifa? að það getur verið ekkert annað rétt við þetta. Þetta getur verið bull og vitleysa. Kannski eru þau bara, what the fuck, skilur, og hann er bara búið til YouTube-vídeó og shit. Já, kannski hann að svo hjá Jeffree Star. Who fucking knows? Skilur. Plot twist. En þau hafa verið að vinna saman. Það er til myndir að þeim saman, að þau þurfa að vinna saman. Það er eitthvað bara að koma ykkur saga. Kannski er þetta bara kjaftaði, sko. Kannski er þetta bara kjaftaði. En enga síður, þá finnst okkur þetta alveg að líti út fyrir að vera góð gæi, eða þú veist. En við vitum ekkert hann, tökum það fram. Nei. Kannski kemur eitthvað upp sem að setna sem að við bara kappil, sko, hana. Þá tökum við þetta tilbaka. 100%. Og rótur okkar leggja til Kim og Kanye, þið vitið það. Allan daginn. Og ef það er komin út frétt núna að þetta var allt bull og þau eru bara búin að posta mynda sér Kim og Kanye bara eitthvað í sleik á Instagram og þessi þáttur kom út. Ég vil sjá það í sleik, annars trúi ekki neinu. Og þessi þáttur er komin út, þá bara heyrðu þau sögu hjá Kim og Kanye og þið viti... Vangaveltur okkar þetta mál. Og vangaveltur okkar og eins og segið, þetta er það sem, þú veist, þið vitið það, þessi heimur er hraður og við þurftum samt að ræða þetta. Við þurftum að ræða þetta, sko. Af því að þetta var
8. janúar klukkan 9:30 var þetta möguleiki. Það er svoleiðis. Takk fyrir að hlusta, elsku vinir. Takk fyrir að hlusta. Og kannski gott að taka fram að því að það kom, þessi þáttur kom óvænt út, þá kemur ekki þáttur á 5. Já. Þannig á 5. þurfum við bara að catch up á öllu þessu. Við verðum alltaf með ykkur á Instagram, við erum alltaf, og minnum ykkur á þá að það kemur ekki þáttur út. En þá koma alltaf bara 2 næstu viku og það næstu viku. Jú, engar áhyggjur. Nema við annað emergency. Já. Þau veit hvernig þetta er. Herru, takk fyrir okkur, takk fyrir mig, Sunneva. Takk fyrir mig, Birta mín. Áfram Kim Ye. We love you guys. Team Kim Ye. You can do this. We believe in you. We do. Sjáumst næsta þetta. Gerð það.